Strákar, það voru komin til Tékklands í undankeppni heimsmeistaramótsins 2019. Hvernig líst ykkur á þetta verkefni fyrir Ísland? Ég byrja það. Herru, bara vel. Það er svolítið svona öðruvísi að vera í miðju sísoni og koma að hitta strákana og taka þátt í þessu. Ég er bara mjög spenntur og gaman svona að breyta aðeins til og hlaða kannski batterín aðeins öðruvísi en hvað myndi gera. Já, ég er mjög spenntur og vonandi bara náum við að vinna leikinn allan á föstudaginn og svo aftur á mánudaginn. Hvernig nú er ekki langt síðan að þið voru allavega saman síðast. Ekkert skyldið að koma svona í glugga núna miðju tímabili? Jú, það er pínu förulegt sko, en aftur á móti eins og það segir, það var bara skemmtilegt líka að aðeins að brjóta upp á sísonið og fá að hitta strákana og komast aðeins heim líka í smá stund og þannig að þetta verður bara gaman. Vonandi er þetta bara betra fyrir okkur litla Ísland svona að það sé minni undirbúningur fyrir hinn liðin. Við bara spilum okkar geðveiki og sjáum hvert það fleytir okkur sko. Já, þú verður að taka inn einhverja nýja leikmenn í hópa, einhverju meiddir og einhverju sem komast ekki í þennan glugga. Hvernig haldið það liðið þið eftir hvernig finnst ykkur liðið vera að koma saman með þær breytingar? Bara vel. Það er einhvern veginn þegar þú spila fyrir Ísland þá er svona öðruvísi svona tilfinning og það er allir leggjast allir saman á eitt og það skiptir ekki máli hver kemur í landslið, hann gefur allt sem hann á og strákarnir sem hafa komið núna eru fljótir að læra en auðvitað söknum við, þú veist, þessa stóru póstar sem eru búin að vera með okkur på síðkasti. Vonandi bara koma þeir inn í næsta glugga og við reynum að gera allt sem við getum til þess að gera þá stolta og þjóð í þessum tveimur leikjum. Þessi riðill, er þetta lið sem þið þekkið eitthvað? Hafið þið spilað eitthvað við þessu? Ég hef aldrei spilað á móti þessum mönnum sko. Ég held reyndar einn af þeim sé í prófa. Ég held það og síðan er einhver frá Spáni en síðan eru flesti frá héðan sko, frá Nymburk sem að Hörður Axel spilaði með. Það hefði ekki verið fínt að hafa hann með fyrir eitthvað? Jú, en ég geti komið með eitthvað svona inside information en þetta er alltaf mjög góða strákar sko. Það eru mjög góða spilarar og ég held að þeir séu í VTB líka þetta Nymburk-lið og Eurocup kannski eitthvað þannig en þetta er allt hörku spilarar og þetta verður erfiður leikur þótt að þeir séu ekki með sinn svona stjörnumann, vantar Satoranski sem er í NBA en þeir eru með hörku flott lið og þetta verður alveg erfiður leikur, það er alveg á hreinu. Það er eftir að fá upplýsingar frá Herði þegar hann er bara að lifa góða lífinu í Dubai. Já. Það geta allir sem geta leikið svo svona. Vil ég senda kveðið til hans? Hann er kannski að senda okkur scouting report. Það er fínt.